Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í loftsalinn í dag og þessa hátíða samkomu. Við skulum hefja hann í Jesú nafni með því að syngja sálminn númer 13, Lofið, lofið. Ritningatextin sem að Kristján Ari leggur út frá litla biblían, Jóhannes 3:16 og ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur á meðan. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Við skulum biðja. Kærleiki Faðir á himnum, þakka þér fyrir þessa stund, þakka þér fyrir hvíldardaginn sem þú gefur okkur, þakka þér fyrir alla blessanir þínar sem þú veitir svo ríkulega, þakka þér fyrir skírnarþegana sem að gera sáttmála við þig í dag, viltu blessa þau sérstaklega og vaka yfir þeim og leiða þau áfram veginn til þín. Drottinn, viltu vera með okkur hér á þessari samkomu, blessa það sem alla sem að taka þátt á einhvern hátt,
vaka yfir okkur, viltu fyrirgjóða okkur það sem við gerum rangt, kæri faðir, og hjálpa okkur til þess að við mættum ætíð minnast þín á hverju sem gengur, gleyma aldrei þínum blessunum og vera boðbera þín í hvað sem við erum. Við felum okkur í þínar hendur og þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Og þá fáum við tónlistaratriði. Jónatan Siggi, hvar ert þú? Takk fyrir þetta. Þetta er æðislegt. Og þá djass með barnasögu. Krakkar vilji koma hérna fremst. I would like to invite all the children in front. Okay, happy Sabbath, children, Gleðilegan hvíldardag, feliz sábado. and happy Sabbath for everyone. Gleðilegan hvíldardag, feliz sábado. Okay, who is 10-year-old here? ¿Quién tiene 10 años? Hver 10 ára? There is 10-year-old over there. Yeah. Adrian, 10-year-old. Adrián 10 ára, Adrián tiene 10 años. Okay, I'm going to tell you the story about Maria. Les voy a contar la historia de María. Ég ætla að segja ykkur sögun hana Maríu. Maria is a 10-year-old girl. Ella tiene 10 años, hún 10 ára. Mommy, mommy, I'm hurt. Come, mommy. Mamma, me lastimé, vente. Mamma, ég meitti mig, komdu. It was late at night when Maria called her mom from her bedroom. Era muy tarde en la noche cuando María le llamó a su mamá. María kallaði mömmu seint kvöld. And her mom came into her bedroom Y mamá vino a su habitación. and turned on the light. Mamma kom í herbergi og kveikti ljósið y prendió la luz. And her mom was like, "What happened? Are you hurt?" Y su mamá dijo, ¿todo bien? ¿Estás lastimada? ¿Era allt í lagi? Sagði mamá. "My tummy is hurting," Maria said. Y María dijo, me duele el estómago, me verkar í magan, sagði María. And her mom felt her head.
No. Y mamá tocó su cabeza, mamá snerti höfðið á Maríu And her mom said, "Oh no, you have a high fever." y mamá dijo, no, tienes una calentura muy alta. Mamá sagði, þú ert með hita. And her mom felt her tummy too. Y mamá tocó su estómago, mamá kom líka við magan. And when her mom pushed on it, she would cry really hard. Y cuando mamá tocó su estómago, ella le dolió mucho. Og þegar mamma kom í magan, þá verkjaði Maríu svo mikið. Okay, then her mom took the car key and took her to the doctor's clinic. Y mamá entonces la llevó al doctor. Og mamma fór með Maríu til læknis. And then the nurse came to receive them. Y luego la enfermera vino, svo kom hjúkrunarfræðingurinn. And then they took them to the testing room. Y la llevaron a una habitación og þá var farið með hana inn á stofuna. And so the doctor took some blood out of her arm. Entonces el doctor le sacó sangre og læknirinn hann tók blóðpröfu. And Maria tried not to cry. Y María trató de no llorar. Hún reyndi að gráta ekki, María. But it was very scary. Pero tenía mucho miedo. Hún var mjög hrædd. And the doctor said, "I'm afraid that Maria has got appendicitis." El doctor dijo, lo siento mucho, creo que María tiene appendicitis. Ég held að María sé með botnlangabólgu, sagði læknirinn. And the doctor said she'll have to remove right away because it's so dangerous. Y el doctor dijo, hay que quitar el apéndice lo más pronto posible porque es muy peligroso. Það er mjög hættulegt að vera með botnlangabólgu, þannig að það verður að taka botlangan, sagði læknirinn. And so the doctor called right away the nearest hospital. Entonces el doctor llamó al hospital más cercano, þá hringdi læknirinn í sjúkrahúsið sem var næst. And then they went to emergency. Y fueron a las emergencias og hafa farið beint á slysavarstofuna. So a man dressed in green received them. Y fue un señor vestido de verde que los recibió. Það var maður í grænum fötum sem tók við þeim. And mother put Maria to bed with wheels. You know that bed with wheels in the hospital? Y la mamá puso a María a una cama con llantas og María var sett á rúm sem var á hjólum. And Maria was really scared. Y María tenía mucho miedo. Og María var mjög hrædd. Mom, don't go away. Don't leave me alone here. Y dijo, mamá, no me dejes aquí sola. Hún sagði, mamma, ekki skilja mig eftir hér. And her mom said, don't be afraid. Y su mamá dijo, no tengas miedo. Mamá sagði, ekki vera hrædd. Do you remember what Jesus said? ¿Te acuerdas qué es lo que dijo Jesús? ¿Manstu hvað Jesús sagði? I will give you angel to watch over you and protect you. Voy a mandarte ángeles para protegerte. Ég ætla að senda englana mína til að vernda þig. So you don't have to be afraid. Para que no tengas miedo, svo þú sérst ekki hrædd. And don't worry, they will give you a medicine to help you to sleep. Y no te preocupes, te van a dar medicamento para ayudarte a dormir. Og þeir munu líka láta þig fá lyf sem hjálpar þér að sofna. And so you won't feel anything. Þannig að así que no te va a doler nada. Þannig að þið mun ekki verka neitt. And when you wake up, Y cuando te despiertes, þegar þú vaknar, you will feel much better. te vas a sentir mucho mejor. Þá mun þið líða miklu betur. But Maria is still afraid. Pero María todavía tenía miedo. En María var samt hrædd. And her mom said, okay, Maria, let's have a prayer before you go with the doctor. Entonces la mamá dijo a María, vamos a tener una oración. Þá sagði mamma við Maríu, við skulum biðja saman. So her mom started praying. Entonces mamá empezó a orar. Og mamma byrjaði að biðja. Dear Jesus,
Querido Jesús, elsku Jesús, please be with Maria. por favor, estate con María, viltu vera með Maríu, Help her to be very brave. ayúdale a ser valiente, hjálpaðu henni að vera hugrökk And help the doctor to make feel better. y ayúdale al doctor para que ella se sienta mejor. Hjálpaðu lækninum að láta henni líða betur. Thank you, Jesus. Amen. Gracias, Jesús. Amen. Takk, Jesús. Amen. Yeah, and so she hugged Maria and she kissed goodbye and said, I will see you when you wake up. Y ella abrazó a María y dijo, nos vemos cuando te despiertes. Hún sagði við Maríu, hún faðmaði hana og sagði, við sjáum svo þegar þú vaknar aftur. Yeah, and the next morning when she woke up, Y la próxima mañana cuando María se despertó, svo þegar María vaknaði næsta dag, her mom was there beside her su mamá estaba ahí, mamma hennar var þar, with a teddy bear and new puzzle. con un oso de peluche y también un paquete með bánsa og gjöf. And her mom said, how are you feeling? Y su mamá dijo, ¿cómo te sientes? Mamma sagði, hvernig líður þér? And Maria said, I feel so much better. Y María dijo, me siento mucho mejor. That Mamma- is a gr- og María sagði, me líður miklu betur. That is great news, right? Esas son buenas noticias, þetta eru góða fréttir. But Maria was a little bit quiet. Pero María estaba en silencio. Hún var mjög þögul, María. And her mom said, what's the matter? Y mamá dijo, ¿qué pasa? Hvað að, sagði mamá. Mom, why did Jesus didn't stop hurting my tummy? Mamá, ¿por qué dejó Jesús que ya no me doliera el estómago? Af hverju gerði Jesús það verkum að mig verkaði ekki lengur? What do you mean? He did help you. Já, af hverju hjálpaði mér ekki? En hún, mamma sagði, hann hjálpaði þér. Sí, te ayudó Jesús para que ya no tengas el dolor. He helped the doctor to fix you. Él ayudó al doctor a que te ayudara. Hann hjálpaði lækninum að hjálpa þér. And he made your body to fix itself. Y también hizo el cuerpo de tal manera que se curó. Hann gerði líkamann þannig að hann gat gróið. There are white blood cells there that who's fighting and killing the germs that might got into the wound. El Dios puso en el cuerpo células blancas en la sangre que curan las heridas y matan las bacterias. Og Guð setti hvítu blóðkornin inn í líkamann sem að drepa bakteríur og lækna sár. And some cell whose job is to repair your muscle, your skin. Y también células que arreglan heridas y piel también og líka frumur sem að laga skinnið og sár. So Jesus made your whole body in such a wonderful way. Entonces Jesús hizo tu cuerpo de una manera maravillosa. Og Jesús gerði líkamann þinn á dásamlegan hátt. But of course, sometimes we need help, like the doctors, dentists, or anyone who could help us. Pero a veces necesitamos ayuda de alguien, por ejemplo, de un doctor, de un dentista o otro tipo de especialistas. Stundum þurfum við líka hjálp frá læknum, frá tannlæknum, frá öðru fólki. Yeah, and so Maria realized that Jesus is with her all the time. Y María se dio cuenta que Jesús está con ella siempre. Og María tók eftir þá, gerði sig grein fyrir því að Jesús alltaf með henni. So remember, children, that Jesus is always there for us, no matter what. Así que niños, acuérdense que Jesús siempre está con ustedes. No importa, pase lo que pase. And Þannig að krakkar munið að Jesús alltaf með ykkur, alveg sama hvað. And don't be afraid, okay? Y no tengan miedo, ekki vera hrætt. Okay, thank you for listening.
Gracias por venir a escuchar. Wait a little bit. I will give you something. Hay que esperar. Vamos a recibir algo. Vamos a ver. Hvað að fara að gerast hérna? Gjöf. A ver. En við tökum upp gjafir núna sem að held í renni safnaðarsjóð. Kjælsíki Faðir á himni, þakka þér fyrir þessar gjafir, eftir margvalda þær að blessa þá sem gefa og gefa þær koma góðu notum við þitt málefni í Jesú nafni. Amen. Kristján, bara gjör svo vel. Gleðilegan hvíldardag. Feliz sábado. Það gleður mig að sjá okkur öll hér samankomin í dag Me da mucho gusto ver a todos ustedes aquí el día de hoy til að lofa Guð, para alabar a Dios, en einnig til þess að vera vitni þess að 3 einstaklingar hafa kosið að gefa Guði líf sitt og skýrast hér í dag. pero también ser testigos de ver a 3 individuos bautizarse aquí el día de hoy y dar su vida a Jesucristo, su Salvador. Það er þáttur í því þegar maður tekur á móti Kristi. Já, það er þáttur í því þegar maður tekur á móti Kristi Es parte de cuando uno recibe a Cristo að þetta er eitthvað sem er þannig að maður getur ekki bara haldið fyrir sjálfan sig. que no se puede retener para sí mismo nada más. Og þegar maður elskar Jesús þá vil maður segja öðrum frá. Y cuando uno ama a Jesús, quiere uno decirle a todo mundo. Og þess vegna höfum við verið að biðja fyrir tækifærum til þess að ná til fólks. Por eso hemos estado orando por oportunidades de alcanzar a individuos Og líka til þeirra sem hafa komið hingað á okkar litlu eyju í von um betri líf. y por los que han venido a esta isla pequeña en esperanza por una vida mejor. Von okkar var svo að við getum verið verkfæri í höndum Guðs Nuestra esperanza era poder ser herramienta en las manos de Dios til þess að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. para poder decirle a los demás sobre las buenas nuevas del Evangelio. Að líf í Kristi var ekki aðeins betra hér á jörðu, Que la vida en Cristo no es solamente mejor aquí en esta tierra, heldur væri það eina leiðin til eilífslífs. sino sería la única manera a la vida eterna. En áður en við höldum áfram þá skulum við lúta höfði í bæn. Antes de que prosigamos, vamos a orar. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo,
Við þökkum þér fyrir þennan fallega hvíldadag sem þú hefur gefið okkur. Te damos gracias por este bello día del sábado Við þökkum þér fyrir þessa einstaklingar sem hafa ákveðið að gefa þér líf sitt. y gracias por estos individuos que han tomado la decisión de darte su vida. Ég bið þig að vera með mér þegar ég tala til okkar allar hér. Te pido que estés conmigo mientras que hablo aquí a la congregación. Ég bið þig heilaga anda að leiða og vernda. Te pido por tu Espíritu Santo que Él nos proteja y que nos lleve con bien, Og vera með okkur que estés con nosotros þegar við opnum þitt orð. mientras que abrimos tu palabra. Ég bið þess í Jesú nafni. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Við upplifum tíma oft á svo mismunandi hátt. Sentimos el tiempo de una manera diferente cada uno. Sumi vinnudagar virðast bara ekki ætla að taka neitt enda. Algunos días de trabajo parece que nunca va a acabar En aðri dagar fljóta framhjá y otros días pasan rápido. og klukkan orðin margt áður maður veit af. Y llega la tarde antes de que uno se dé cuenta. Það svolítið þannig sem leið í vikunni. Así me sentí yo en la semana. Þegar ég leiti yfir síðastliðin 2 ár. Cuando me puse a pensar en los últimos 2 años, Einhvern veginn virðist við aldrei hafa nóg af tíma. parece que nunca tiene uno suficiente tiempo. Stundum er dauð stund, A veces hay tiempo relajado y tranquilo, en tíminn virðist oft bara fara framhjá okkur. pero muchas veces pasa el tiempo rápido. Þessi síðustu 2 ár hafa liðið framhjá, þotið framhjá á ógnarhraða. Estos 2 años han pasado volando. Það svo margt sem hefur gerst. Muchas cosas han pasado. Ég hef fengið að kynnast svo mörgum yndislegum einstaklingum. He llegado a conocer a tantos individuos maravillosos. Og þó við náum ekki alltaf að tjá okkur til fulls, Y aunque no podemos expresarnos como quisiéramos, þá hefur það ekki verið hindrun í því að það hefur myndast vinátta og kærleiksbönd. no ha trabajado en contra de que hemos podido hacer lazos de amistad y amor. Og á þessum 2 árum þá hefur við eignast fjöldan allan Y en estos 2 años hemos af systrum og bræðrum í Kristi obtenido a muchos hermanos y hermanas en fe. og fyrir það verið ég alltaf þakkláttur. Y para eso estoy tan agradecido. En því miður þá hefur ekki allir fengið að vera hér áfram hjá okkur. Pero desgraciadamente no todos se les ha permitido quedarse aquí en Islandia. Og ég veit að sumir hafa fengið skilabóðum hvenær þeir eru að fara tilbaka. Y yo sé que algunos ya recibieron la notificación de que tienen que regresarse. Fyrir sumar þetta síðasti hvíldadagur þeirra hér á landi. Para algunos, este sábado es el último sábado para ellos aquí en Islandia. Að minnstakosti í bili, við vitum ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér. Por lo menos por lo pronto. No sabemos qué es lo que nos indica el futuro. Tíminn er því naumur. El tiempo entonces es corto. María og Felix sem eru hér fremst, María y Félix, que están aquí hasta adelante, þau fara af landi brott seinna í dag. se van a ir más tarde este día. Þess vegna langar við til þess að nýta tíma vel í dag þegar ég tala til ykkar. Por eso quiero aprovechar bien el tiempo mientras que les hablo. Ef við myndum taka saman fagnaðarerindið í 1 vers, hvaða Sí. vers myndir þú hafa í huga? Si tomamos las buenas nuevas en una cosa, ¿qué es lo que, en qué pensarías? Einhver sem er hugrakkur, ¿Alguien, hugrakk. ¿Alguien es valiente? Íris las fyrir okkur áðan í Jóhannes 3:16. Iris leyó en Juan 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eins og Íris sagði, þetta er litla Biblía. Como Iris dijo, esa es la pequeña Biblia. Þetta er fagnaðarerindið í einu versi. Es el Evangelio en un versículo. Í fyrsta lagi þá þurfum við að hafa það í huga
Número uno, tenemos que tener en mente hve óendalega verðmæt við erum í augum Guðs. qué tan valiosos somos en los ojos de Dios. Við megum ekki leyfa heiminum að skilgreina virði okkar. Nunca permitan que el mundo diga cuál es nuestro valor. Við erum ekki mæld eftir efnum okkar eða menntun okkar eða stöðu okkar hér í heimi. No estamos medidos por nuestra economía, por nuestro estatus, por nuestros estudios. Við þurfum að vita að við erum verði keypt. Tenemos que acordarnos de que alguien pagó por nosotros con un precio. Og líf Krists var verðið fyrir okkur. Y la vida de Cristo era el precio para nosotros. Og því getum við verið alveg viss það að við erum dýrmæt börn Guðs. Y ustedes pueden estar seguros de que nosotros somos hijos preciosos de Dios. Og því þykir okkur vænt hvort annað. Y por eso queremos los unos a los otros. Alveg eins og Guð elskar okkur. Así como Dios nos ama. Og því metum við hvort annars mikils. Y por eso apreciamos el uno al otro. En lesum aftur. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Por eso vamos a leer otra vez Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ég þess fullviss að Guð vill að við fáum öll þess tækifæri til þess að kynnast honum og kynnast orði hans. Yo estoy segura que Dios quiere que todos conozcan a su palabra y a él. Og ef við lítum yfir þennan farin veg síðastliðin 2 ár, hvort sem þú hefur verið með okkur hér allan tíman eða stuttatíman, Si pensamos en los últimos 2 años, ya que hayas estado aquí con nosotros todo el tiempo o parcialmente, þá vona ég til þess að við höfum kynnst orði Guðs. espero que nosotros hayamos todos conocido la palabra de Dios. Hvað lærðum við og töluðum síðasta hvíldadag? ¿Qué aprendimos y qué estábamos platicando el último sábado? Hvers vegna erum við hér í dag? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Við erum hér til þess að lofa Guð. Estamos aquí para alabar a Dios. En af hverju gerum við það á hvíldadegi? Pero ¿por qué lo hacemos en sábado? Það voru 3 ástæður. Habían 3 razones. Því að Guð hvíldist, Porque Dios descansó, því að Guð helgaði porque Dios santificó og því að Guð blessaði. y bendijo. Við höfum lært frelsandi náð Guðs. Hemos aprendido de la gracia redentora de Dios, Að við meðtökum frelsun okkar fyrir náð. que recibimos nuestra redención por gracia. Það ekkert sem ég get gert No hay nada que yo pueda hacer til þess að láta Guð elska mig meira. para hacer que Dios me ame más. Það ekkert sem getur haldið mig frá Guði Y no hay nada que me pueda mantener lejos de Dios, nema bara ég sjálfur. al menos que yo misma o yo mismo. Því að ég hef val. Porque yo tengo esta opción. Ég get valið að taka á móti miskunn og náð hans. Yo puedo elegir recibir su misericordia y su gracia. Ég mun ekki frelsast fyrir minn eigin verk, Yo no voy a ser salva por mis obras, heldur fyrir krossdauða Krists. sino por la muerte de Cristo en la cruz. Að hann tók á sig sök mína Él puso mi culpa sobre él og hann hefur greitt endurlausna verð okkar. y él ya pagó por nosotros. Hann hefur borgað mína skuld Ya pagó mi deuda. og hann hefur borgað þína skuld líka. Ya pagó tu deuda. En við höfum líka talað saman endurkomuna. Pero también hemos platicado sobre el regreso de Jesús. Ritningin kennir okkur að endurkoma Krists raunveruleg og hún aðkallandi. La palabra de Dios nos enseña que es real su venida, su regreso, y es inminente. Við getum lesið það í spádómum Biblíunnar, Lo podemos leer en las profecías de la Biblia, en við getum líka lesið orð Krist þar sem hann segir það beint út sjálfur. pero también podemos leer las palabras de Cristo, donde Él mismo lo dice. Og í öðru Pétursbrefi, 3. kafla og 9. versi stendur: Y vamos al segundo de Pedro, capítulo 3, 3. kafli og 9. vers: versículo 9. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álíti það seinlæti.
heldur er hann langlindur við yður, þar hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunar. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Guð er ekki seinn með loforð sín, Dios no es tarde con sus promesas, en hann velur tíman pero Él elige el tiempo sem hann kemur tilbaka cuando Él regresa, með það í huga að sem flestir geti frelsast. teniendo en mente que que todos puedan ser arrepentidos y salvos. Er hann að bíða eftir þér? ¿Está esperando a ti? Er hann að bíða eftir mér? ¿Está esperando a mí? Í Hebreabréfinu 10. kafla og 23. versi Vamos a Hebreos. Cada kapla. 10. kafla og 23. versi 10:23. stendur: Höldum fast við játningu vonar vorar án þess að hvika, því að trúr er sá sem fyrirheiti hefur gefið. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Guð er til staðar Dios está ahí para nosotros og hann mun efna loforð sín. y Él va a cumplir sus promesas. Höldum fast í hann. Vamos a agarrarnos bien fuertes a Él. Á þessum 2 árum þá hefa kannski margir kynnst þessari kirkju sem við erum hér í. En estos 2 años muchos han conocido esta iglesia en donde estamos. Og ég kom inn á það síðasta hvíldadag að þessi kirkja er ekki bara hér í Hafnarfirði. Y mencioné el sábado pasado que esta iglesia no solamente está aquí en Hafnarfjörður. Við erum svo blessuðan Erik, presturinn úr Reykjavík, hann er með okkur hér í dag. Estamos bendecidos de tener el pastor de la iglesia de Reykjavik aquí con nosotros el día de hoy. Það er söfnuður í Keflavík, Tenemos también una iglesia en Keflavik, á Selfossi, en Selfoss, en ekki bara hér á Íslandi, y no solo aquí en Islandia, heldur bara nánast í öllum löndum heims. prácticamente en todos los países del mundo. Það eru til sjónvarpsstöðvar og útvarpsstöðvar Tenemos televisión, canales de televisión, canales, estaciones de radio og þið ýmsa starf sem styður við og veitir efni á netinu sem við getum notað til að styrkja okkur og okkar göngu með Kristi. y muchísimo material en el internet que nos puede apoyar mientras que estamos caminando con Cristo. Og ég nefni bara sem dæmi Adventist World Radio, Quiero mencionar, por ejemplo, Adventist World Radio, Hope Channel, Logos og fleiri sem eru bæði á spænsku og ensku og hinum ýmsu tungumálum. Hope Channel, Logos TV, que está en inglés y también en español. Og þó að einhver sé kannski hinum einn á hnettinum, Y aunque alguien esté por el otro lado del planeta, þá vitum við það að með þeim tólum og tækjum sem við höfum í dag, sabemos que con la tecnología que tenemos el día de hoy, svona farsímum, hafið séð svoleiðis, algo que se llama celular, si han visto eso, ¿no? einhver með WhatsApp inn á símanum sínum, Con WhatsApp, por ejemplo, þá kannski svarar einhver hraðar hinum einn á hnettinum heldur en einhver sem er við næstu íbúð. puede uno hasta responder más rápido a uno a través de WhatsApp que al vecino que está viviendo al lado. Við viljum halda áfram að vera í sambandi við hvort annað Queremos estar en comunicación og styðja við hvern og einn eins og við getum. y apoyar el uno al otro. Heyri stilla. Skiptum batteri. Það þarf að fylla á lampan. Hay que llenar la lámpara con aceite. En við þurfum að hafa það í huga Hay que mantener en mente að trúarlíf okkar, que nuestra vida espiritual hvers og eins, de cada uno de nosotros skildi aldrei vera bundið við eitt stað no puede estar atado a un lugar eða við einhverja ákveðnar personur. o a algunas personas.
Við þurfum að vera grundvölluð í Kristi Tenemos que tener el fundamento en Cristo og í ritningu hans. y en su escritura. Hvert og eitt okkar þarf að eiga þetta persónulega samband við Krist. Cada uno de nosotros debemos tener esta relación personal con Cristo. Kristur er okkar milligöngu maður Cristo es nuestro mediador og þó einhver kannski leiði mann til Krist, y aunque alguien nos lleva a Cristo, þá þurfum við að mynda þetta persónulega samband við hann. nosotros tenemos que formar esta relación tan especial con Él. Því mér þykir það leitt, Me da tristeza. því annarkvort hefur upplifað einhvern tímann sjálfur, No sé si tú has vivido alguna vez eða þú myndu upplifað einhvern tímann síðar. o lo vas a vivir más adelante, Ef við reyðum okkur á mannlegan mátt, que si apoyamos a los hombres, hvort sem það er okkar eigin, que si a nosotros mismos eða máttur annars döðlega manna, o algún otro humano mortal, þá er það ekki spurning hvort, y no es cuestión que sí, heldur hvenar, sino cuándo sá mun bregðast bógarlistin. este individuo les va a fallar. Við erum ófullkomin sem manneskjur, Nosotros como humanos somos imperfectos, en Kristur er fullkomin. pero Cristo es perfecto. Hann er fordæmi okkar. Él es nuestro ejemplo. Lesum saman einu sinni enn. Vamos a seguir leyendo. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engitinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Guð hefur lagt allt í sölunar fyrir okkur. Dios ya puso todo a un lado por nosotros Hann gefst ekki upp á okkur. y no se rinde Hann yfirgefur okkur ekki. y nunca nos va a abandonar. Guð er að vinna í lífi þínu. Dios está trabajando en tu vida. Heilagur andi er að vinna í lífi þínu. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Hvernig veit ég það? ¿Cómo sé eso? Það að þú sért hér í dag, segir mér Solamente það að hann sé að vinna í lífi þínu. el hecho de que tú estás aquí me dice que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Biblían segir mér það að hann er að vinna í lífi þínu. La Biblia me dice que Él está trabajando en tu vida. Biblían segir okkur að hann hafi þekkt þig frá móðurlífi og hann þekki hvert og eitt okkar með nafni. La Biblia dice que Dios te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre y Él está guiándote. Og Guð segir, og Biblían segir okkur líka að Guð hafi áætlanir með líf okkur til heilla. Y la Biblia también dice que Dios tiene planes para nosotros para tener un buen futuro. En hvað gerist ef hlutinni fara ekki eins og maður ætlaði? Pero ¿qué pasa si las cosas no suceden como uno hubiera querido? Guð hefur ekki lofað okkur því að lífið muni alltaf vera auðvelt. Dios nunca nos ha prometido que la vida va a ser fácil, En hann hefur lofað okkur að vera með okkur í öllum þeim erfiðleikum sem við kunnum að mæta. pero nos ha prometido que va a estar junto con nosotros en cualquier problema que nos encontramos. Í Rómverjabréfinu 8, 31. og 32. versi, Si vamos a Romanos 8, ég bara les stutt því að segja að tími minn er löngu búinn. Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? ¿quién? ¿Verdad? 33. Þetta er í miðju 31. 38. Pues, ¿qué diríamos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hann sem þyrfti ekki sínu eigin syni, heldur framseldan fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Guð var tilbúin að gefa okkur son sinn, Dios estaba dispuesto a darnos su Hijo. hann er tilbúin að gefa okkur allt annað. Él está dispuesto a darnos todo lo demás también. Af hverju er það? ¿Por qué hace eso? Því að Guð þráir að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Porque Dios desea que cada uno de nosotros no nos perdamos, sino que tengamos una vida eterna. Hann þráir að eyða með okkur eilíðinni. Él quiere estar con nosotros por toda eternidad.
Við erum gestir hér á þessari jörð. Estamos simplemente de visita aquí en esta tierra. Þessi jörð ekki okkar heimili nema fyrir stundarsakir. Esta tierra no es nuestro hogar solamente por un tiempecito. Pétur og Jóhannes voru eitt sinn að ganga upp í helgidóminn Pedro y Juan iban caminando al templo. og þeir gengu fram að manni sem var lamaður. Se encontraron con un señor que estaba paralizado. Allt frá því hann fæddist. Desde que era paralítico desde que nació. Og þið þekki kannski þessa sögu því að Pétur sagði við hann: Ustedes conocen tal vez esta historia porque Pedro le dijo: Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, gef ég þér. Plata ni oro no tengo, pero lo que tengo yo te voy a dar. Í nafni Jesú Krists frá Nasaret statt upp og gakk. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, párate y camina. Lamamaðurinn var þar til að betla fyrir lífsviðurværi, El que estaba paralizado estaba ahí para mendigar, en Pétur var ekki með pening í vasanum. pero Pedro no tenía dinero. En hann vissi að hann hefði eitthvað sem væri svo miklu verðmætara Pero él sabía que él tenía algo mucho más valioso que el dinero, heldur en einhver mynt, gull eða silfur. que monedas. Það kann að vera að við getum ekki mætt öllum þörfum eða leyst öll vandamál. Puede que no podamos resolucionar todos los problemas, En ef það eina sem við getum gefið von nýtt líf í Kristi, pero si lo único que podemos dar es esperanza, nueva esperanza en Cristo, þá vil ég meina að það sé svo óendanlega verðmætara en nokkuð það sem gull og silfur getur keypt. es mucho más valiente que cualquier cosa que oro o plata pueda comprar. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engilinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Kæru bræður og systur í Kristi, Queridos hermanos en fe, viljum við ekki öll taka þá ákvörðun að fylgja frelsaranum, ¿no queremos todos tomar esa decisión de seguir a nuestro Redentor, að taka á móti náð hans, recibir su gracia, að taka á móti krossdauða hans fyrir syndum vorum? recibir su muerte en la cruz por nuestros pecados? Þegar við tökum þessa ákvörðun Cuando tomamos esta decisión að fylgja Kristi, de seguir a Cristo, þá getum við verið þess fullviss podemos estar seguros að þó að leiðir skilji að hér í heimi, de que aunque nuestros caminos se apartan en este mundo, að við munum hittast aftur á himnum. nos vamos a ver otra vez en el cielo. Amen. Amén. Það þá komið að skírnarathöfninni sjálfri. Ahora hemos llegado al punto del bautismo mismo. En við áður en að því kemur þá ætla ég að biðja skírnarþeganum að koma hér upp. Antes de que eso suceda, quiero pedir a ustedes tres que suban aquí al escenario. Við erum svo glöð að við höfum hér 3 bræður og systur Estamos muy felices de tener a ustedes tres aquí con nosotros, sem eru komin hér í dag que han llegado aquí el día de hoy til að fylgja fordæmi Krists para seguir el ejemplo de Jesucristo og skýrast með niðurdýfingarskírn. y ser bautizado de inmersión. En líka að ganga inn í aðvent kirkjuna. Pero también ser parte de la iglesia del séptimo día. Og því mun ég spyrja ykkur 3 spurningar
Quiero por eso preguntarles 3 preguntas. Ég les þær á íslensku og Vigdís endurtekur á spænsku. Yo voy a leer en islandés y luego Linda en español. Og ég bið ykkur að svara hátt og skýrt. Y ustedes dan una respuesta. Og þær koma hér á skjáin fyrir þá sem að. También vamos a tenerlos aquí en la pantalla para los que quieren ver. Og fyrsta veitir þú viðtöku Jesú Kristi sem persónulegum frelsara og drottni þínum og óskar þú að lifa í frelsandi tengslum við hann. ¿Acepta usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desea vivir en una relación salvadora con Él? Viðurkennir þú kenningarnar Biblíunnar eins og þær eru settar fram í grundvallarkennisetningum kirkju 7. adventista og heitir þú því fyrir náð Guðs að lifa í samræmi við þær kenningar? ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia tal como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista? Por la gracia de Dios, vivir en armonía con dichas enseñanzas? Amen. Æskir þú að taka skýrn og sýna þannig opinberlega að þú trúir á Jesú Krist og óskar þú að sameinast samfélagi kirkju 7. adventista og styðja það í ætlunarverki sínu sem trúr ráðsmaður með áhrifum þínum, tíund og gjöfum og þjónustu. ¿Desea usted ser bautizado como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de su influencia personal, sus diezmos y ofrendas y una vida de servicio? Amen. Amén. Takk kærlega fyrir hér. Gracias. Pide como Se pueden taca aftur. sentarse. Sæti. Leyfið þér að kynna. Þegar ég fer að skipta með þá. Vamos a orar. Himneske Fader, við komum fram fyrir augliti hér í þessari skírnarathöfn í dag. Querido Padre, venimos a tu presencia aquí en esta ceremonia de bautizo. Við biðjum þig að blessa þessa athöfn alveg á sérstakan hátt. Te pido que bendigas a esta ceremonia de una manera muy especial. Við biðjum nærveru heilags anda yfir skírnarvatninu hér. Y pedimos que tu Espíritu Santo esté cerca de los que van a bautizarse. Vilt þú koma hér og helga þessa stund með nærveru þinni á sérstakan hátt. Te pedimos que estés aquí y santifiques esta ceremonia con tu presencia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Belkis, adelante.
Belkis María. Apenas estoy conociéndolos ahorita. Me da mucho gusto tomar parte en esta ceremonia y saber que estás tomando un paso tan importante en tu vida, entregarte a Jesús y caminar con Él hasta que termine la vida. Es maravilloso. Así, por el mandato de nuestro Salvador y por tu propio deseo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Félix y María, pásenle los dos. María Teresa. Es maravilloso tomar parte en esta ceremonia de tu bautismo. Aquí estamos parados en el agua. Así como Pedro dijo en su primera carta, no es para limpiar suciedad del cuerpo, sino confirmar una buena conciencia ante Dios. Y esa es una promesa que Él nos da. Por eso, por el mandato de nuestro Salvador y por tu propio deseo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Félix, también es maravilloso tomar parte en la ceremonia de tu bautizo el día de hoy. Es el símbolo de que Dios ama a todos
y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser hijos de Él. Það ekki stórkostlegasta ákvörðun sem maður getur nokkuð tíma tekið. Esa decisión es la más maravillosa decisión que un humano puede tomar, Að feta í fótspor hans. que seguir los pasos de Jesús. Drottinn blessi þig í þessari ákvörðun þinni. Que Dios te bendiga en esta decisión. Þess vegna, samkvæmt fyrirskipun frelsara okkar Por eso, según el mandato de nuestro Salvador og eigin ósk þinni, y tus propios deseos, þá skýri ég þig í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Það eru stórkostleg forréttindi fyrir mig að fá að taka þátt í svona athöfn. Es una gran privilegio tomar parte en ese tipo de ceremonia. Sí. Þó að þið, eins og þið sáuð og heyrðuð, þá þekki ég ekki þetta fólk nægilega vel. Así como ustedes vieron, no conozco bien a la gente que se bautizó, Nú erum við orðin systkini, pero ahora son mis hermanos, með því að þau hafa tekið þetta mikilvæga skref í sínu lífi. porque ellos han tomado la decisión en su vida de bautizarse. Það er ekkert stórkostlegra heldur en að fá að taka þátt í svona, í þessari göngu með Drottni. No hay nada más maravilloso que tomar parte en caminar con Cristo. Kannski nærist sú löngun í hjarta einhvers hér í dag. Tal vez alguien aquí está sintiendo lo mismo, Gera está eitthvað álíka. hacer algo parecido a lo que hicieron hace rato. Ef að svo skildi vera, þá er það vegna þess að heilagur andi sem snerti við hjörtum ykkar. Y si ustedes sienten eso, es porque el Espíritu Santo está tocando su corazón. Hann kallar og hann heldur áfram að kalla. Él está llamando y Él sigue llamando. Hann þrýstir, hann neyðir engan, en hann laðar og leiðir. No va a forzar a nadie, pero Él llama a cada uno. Megi Drottinn tala til ykkar þannig að við ættum fleiri jafnvel taka þátt í þessu mikilvæga skref. Espero que Dios les llame para que ustedes tomen parte en ese tipo de decisión. Biðjum saman. Vamos a orar. Himneski Faðir, við komum fram fyrir augliti hér á ný eftir þessa stórkostlegu athöfn. Querido Padre Celestial, gracias por haber estado aquí con nosotros en esta ceremonia tan maravillosa, Við í auðmýkt fáum að taka þátt í, que hemos en humildad tomado parte, sem í raun verkfæri í þinni hendi. siendo alguna herramienta en tus manos. Drottinn blessa þessa einstaklinga sem hér hafa stigið skrefið Bendice a los que se acaban de bautizar og Drottinn mætt þú tala til okkar fleiri að koma og taka þátt og taka þetta skref. Llámanos también a los que no han tomado ese paso, Samkvæmt þínu vilja. según tu voluntad, que tomen ese paso. Þú elskar allt mannkyn og þráir að gefa lífið fyrir alla. Tú amas a todos los humanos y deseas darle tu vida a todos. Drottinn, við lofum þig og blessum þessa athöfn og allt okkar líf biðjum í Jesú nafni. Amen. Y te alabamos y bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
fólkið er að gera sig klárt til að koma hérna inn aftur, skulum við syngja, byrja á 384. Vamos a cantar mientras que se están vistiendo. Næst syngjum við sálum nr. 348. Amen.
syngjum við svo númer 146. Og síðan kemur sálmur númer 361.
einn sálmur eftir og hann er nummer 210. Það er svo flott undirteksti, það er bara æðislegt. Það er svo bara, maður sé komin hálfa leið til himins. Langar að biðja skírnarþegana og Erik að koma hér upp á svið. Quiero invitar a ustedes, los que bautizaron aquí hasta adelante, y al pastor Eric también. Við ætlum að biðja fyrir þeim. Vamos a orar por ustedes. Vamos a hincarnos para orar y orar juntos. Já, himneski Faðir, við komum nú fram fyrir þig hér í fögnuði og gleði. Querido Padre Celestial, estamos aquí juntos alabando. Það er svo undursamlegt að hafa orðið vitni að því að þessir einstaklingar hafa svarað þínu kalli. Es tan maravilloso ver a estos individuos que han contestado, dado respuesta a tu llamado. Að hafa tekið við þér í auðmýkt og vilja ganga götuna með þér. Han recibido a ti en humildad y quieren caminar contigo en su vida. Og fyrir blóð sáttmálans hafa þau hreinsast af öllu og eru nú ganga nú með þér götuna. Por
la sangre de tu pacto, ellos ya están limpios y quieren caminar junto contigo. Það er svo undursamlegt drottin að það er bara meiri gleði heldur en nokkuð tíman maður getur ímyndað sér. Es tan maravilloso que es una felicidad que uno no se puede imaginar. Og við vitum það, kæri Jesús, También að það er ekki bara gleði hér í okkar hjörtum, heldur í himninum einnig. También sabemos, querido Jesús, que no solo estamos aquí felices, sino también en el cielo, todo el cielo. Það er mikill fagnaður að fá fyrir alla engla og alheiminn að verða vitni að slíkum hlutum. Es una gran felicidad para todo el universo y para todos los ángeles ser testigos de lo que pasó aquí. Og við vitum, drottin, eins og þú sagðir sjálfur, Jesús, að þó að við vitum að foreldrar elska að gefa börnum sínum góðar gjafir, Y tú, Jesús, dices que los padres, ellos quieren darle buenos regalos a sus hijos. þá þín gleði miklu meiri að fá að gefa börnum þínum heilagan anda. Pero mucho más deseas tú de dar buenos regalos del Espíritu Santo a tus hijos. Og eins og þú, Jesús, var smurður heilugum anda á skírn þinni, Y así, Jesús, como tú fuiste ungido con el Espíritu Santo cuando tú fuiste bautizado, þá byggjum við þess, drottin, að þú úthellir yfir þessa einstaklinga þínum heilaga anda í tvöföldum mæli. de la misma manera queremos pedir que tú le des tu Espíritu Santo a estos tres individuos. Að þú þannig umvefjuð að þínum ástarörmum og gangi með þeim götuna héðan í frá. Que los abraces con tu amor y camines con ellos durante su vida. Ekki allt dans á rósum, það getur vel verið erfiðleikar sem standa frammi fyrir. No todo es fácil y puede que haya dificultades más adelante. Eins og hér var sagt áðan, þú munt ganga með og styrkja og veita stuðning og kraft í þínum anda. Pero tú vas a estar con ellos y tú vas a darles fortaleza en espíritu. Blessaðu þessa einstaklinga alveg og sérstakann hátt, það er mín bæn í Jesú nafni. Bendice a estos individuos de una manera muy especial. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. Það fellur mér í skaut það skemmtilega tilefni Yo tengo el trabajo para esta ocasión að spyrja söfnuðinn, de preguntar a la iglesia, þeir sem eru meðlimir hér í loftsalnum, a los miembros de esta iglesia, hvort að við viljum ekki meðtaka bræður og systur í Kristi inn í söfnuðinn. que si queremos recibir a estos hermanos a nuestra iglesia, Og ég bið þá sem að þeir samþykir að rétta upp hægri hönd. levanten su mano los que van de acuerdo. Amen. Amén. Velkomin í söfnuðinn. Bienvenidos a nuestra iglesia. Ég ætla að fá að faðma ykkur og það verður aðrir sem veita gjafir. Yo quiero abrazarles y otros les van a dar un regalito. Og svo eftir samkomuna þá gefst ykkur öllum hinum tækifæri til að koma hér upp og heilsa upp á þau. Y al rato ustedes pueden venir a saludarles y darles las bienvenidas. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og bjóðum ykkur að setjast þegar við syngjum lokasálminn. Gracias. Ustedes se pueden sentar. Vamos a cantar nuestro último himno. Og það er sálmurinn nr. 299. Vamos a cantar el número 299. Minni sál vegnar vel.
Kæri vinur, áður en að ég les blessunar orðin, það langar mig til þess að bjóða upp á sérstaka bæn á þessum tímapunkti. Queridos hermanos, antes de que termine yo con la bendición, quiero tomar un tiempo para oración. Því eins og ég nefndi þá veit ég að nú þegar hafa einhverjir farið heim Como mencioné, ya sabemos que algunos se han ido de Islandia, que han estado aquí con nosotros. og svo veit ég að aðrir eru bráðum að fara hérna. Y sé que otros, algunos se van también pronto. Og við höfum verið svo heppin Hemos sido tan afortunados að njóta samverunar hér, de poder estar aquí en conjunto. sem langar til að biðja fyrir þeim sem að hafa farið og eru á leið. Quiero orar especialmente por los que ya se han ido y los que ya se van pronto. En langar líka að biðja fyrir þeim sem að eru að íhuga að skýrast. Y también orar por los que desean ser bautizados. Og hver sá sem hefur bænarefni sem vill láta biðja fyrir sér, Y si alguien que quiere que oren por él o ef ella, að Guð kallar þig, si Dios te está llamando, hvort sem það er, af hvaða sök sem það er, þá býði ykkur að koma hérna fram. por cualquier cosa que ustedes quieran que oremos por ustedes, les quiero invitar a venir aquí hasta adelante. Mér langar að biðja sérstaklega fyrir ykkur. Yo quiero orar especialmente por ustedes. Svo það er einhver sem er að knýra á hjarta að koma hér fram og vera að biðja fyrir, Si alguien quiere venir hasta acá adelante, þá biðja tækifæri núna. están bienvenidos. Esta es la oportunidad. En ef það þorir enginn að koma upp, Pero si a alguien le da pena de venir, líka allt í lagi, está bien también. því að náttúrulega hún drífur hvar sem við erum. Porque la gracia de Dios nos alcanza en donde estemos. Amén. Er einhverjir aðrir sem vilja sérstaka bæn í dag? ¿Alguien más que quiere que oremos especialmente por ellos? Mér langar að biðja okkur öllum að rísa á fætur. Amén. Les quiero pedir que se pongan de pie. Vamos a orar de una manera especial. Querido Padre que estás en el cielo, Þú þekkir okkur hvert og einn. tú conoces a nosotros. Þú hefur þekkt okkur frá móðurlífi. Tú nos conoces desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Þú hefur talið á okkur höfuðhárum. Y tú sabes cuánto pelo tenemos en nuestra cabeza. Þú sendir son þinn til að deyja fyrir okkur. Y tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros, Við mættum eiga eilíft líf með þér. para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en ti. Kæri Faðir, þú sért á einstaklinga sem hér, Querido Padre, tú ves a todos los individuos que están aquí adelante, standa hér. que están aquí parados, Kæri Faðir, ég veit þú ert einn að vinna í hjörtum annarra sem Y- eru kannski að hlusta á upptökuna eða hér í salnum. y también estás trabajando en corazones de otros que están aquí y también los que están viendo en el internet. Kæri Faðir, ég langar til þess að vera með þeim Te pido que estés con ellos, sem eru núna að halda heimileið. los que van a ir de aquí de regreso. Kæri Faðir, ég bið þig að vera með þeim. Te pido que los bendigas de una manera muy especial. Protégelos, guíalos. Ég bið þess að við mögum sjá þau aftur. Y espero que los podamos ver de nuevo. Ekki á þessari, Y si no nos vemos otra vez en esta tierra, þá mögum við sjást á himnum. nos vamos a ver en el cielo. Kæri Faðir, ég veit að þú ert að vinna í hjörtum einstaklinga hér inni. Yo sé, querido Padre, que estás trabajando en los corazones de gente aquí adentro, Sem hafa heyrt orð þitt. que han escuchado tu palabra, Sem hafa séð þegar fólk að skila sig. que han visto que gente se han bautizado aquí. Og ég veit að þú stendur við dyrnar. Yo sé que estás parado en la puerta de su corazón. Bankar á hjarta. Tú estás tocando en el corazón Þú biður þess að þér er hleypt inn. y esperas a que te dejen que entres. Kæri Faðir, ég bið þig að hjálpa okkur að taka þessi bestu ákvörðun sem við nokkuð tekið. Querido Padre, ayúdanos a tomar esa decisión, que es la mejor decisión de nuestra vida. Að gefa þér líf okkar að fullu. Darte a ti nuestra vida total.
no solamente una vez, sino cada día, para que estemos seguros en tus brazos. Tenemos también peticiones que están escritas en el libro de las oraciones. También tenemos oraciones en nuestra mente, hasta oraciones que no podemos ni siquiera mencionar con palabras. Tú sabes nuestras necesidades, nuestra situación. Tú nos conoces. Te pido que estés con nosotros en esas circunstancias, que nos cures y que nos bendigas y estés con nosotros. Te pido que estés aquí con todos, que podamos contar las buenas nuevas de ti a otros. Danos oportunidad de testificar de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mér langar til að biðja ykkur að rísa aftur á fætur. Ég ætla að lesa blessunarorðin úr Júdasarbréfi. Vamos a ponernos de nuevo de pie y vamos a leer Judas 1:24 al 25. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýr sína lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottin vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Amen.